Velkomin í neðansjávarheim Skjálfandaflóa. Skjálfandaflói staðsettur á mótum norður heimskautsbaugs og hluti af fyrsta vonarsvæðinu á Íslandi. Samtök verndun í og við Skjálfanda sem samanstanda af meðlimum frá Háskóla Íslands, Ocean Missions, Hvalasafninu á Húsavík og STEM Húsavík tóku höndum saman við Jakob Høie frá Bionot í Danmörku sem notast við neðansjáardróna til að kanna fegurð og mikilvægi þaravistkerfa á svæðinu. Það eru tvær megintegundir af þara, stórþari eða Laminaria hyperboreala og beltisþari, Saccharina latissima. Stórþari finnst aðeins í Norður-Atlantshafi og getur orðið alltaf 3,5 metra hár. Hann vex í dýpi frá 1 og niður í 36 metra og myndar þétta þaraskóga á hafsbotni, sérstaklega úti fyrir Annesjum á Norðurlandi. Beltisþari vex á breiðara svæði í Atlantshafinu. Blöð beltisþarans geta orðið alltaf 4 metra löng og hann vex á alltaf 30 metra dýpi. Þaraskógurinn afar mikilvægt vistkerfi fyrir líf bæði á landi og í sjó. Þaraskógar geta framleitt alltaf 100 sinnum meira súrefni en skógar á landi af svipaðri stærð. Af auki þjóna þéttir þaraskógar sem náttúrulegar hindranir sem vernda strandlengjuna gegn miklum öldum og rofi. Þaraskógar einnig mikilvæg heimkynni margra sjávardýra og þjóna meðal annars sem uppeldisstöðvar fyrir mikilvægar fisktegundir eins og þorsk og grásleppu. Þegar þarinn deyr verður stærstur hluti hans eftir á sjávarbotninum þar sem hann færir kolefni niður í botnvistkerfið. Þetta þekkt sem kolefnisbinding þar sem kolefni sem var áður í andrúmsloftinu fangað og geymt. Föngun kolefnis úr andrúmsloftinu mikilvægur þáttur í að sporna gegn loftslagsbreytingum. Fáar rannsóknir eða fræðsla hafa beint sjónum sínum að þessum mikilvægu þaravistkerfum í sjónum úti fyrir ströndum Norðurlands. Megin markmið þessa verkefnis með því að nota neðansjáardróna til að kanna og mynda þennan stórfenglega neðansjávarheim að hjálpa fólki að kynnast og þekkja tilveru, mikilvægi og virði þarans á vonarsvæðinu við Norðausturland. Þetta vistkerfi sem þarfnast verndunar þar sem það spilar mikilvægt hlutverk í sjálfbærum fiskveiðum, heilsu hafsins, loftslagsbreytingum og við framleiðslu súrefnis.